Opinberunarbókin, 8. kafli. Þegar lambið lauk upp 7. innsiglinu var þögn á himni hér bil hálfa stund. Og ég sá að englunum 7 sem stóðu frammi fyrir Guði voru fengnar 7 básúnur. Og annar engill kom og nam staðar við altarið. Hann hélt á reykjelsiskeri úr gulli. Honum var fengið mikið reykjelsi til þess að hann skyldi leggja það við bænir allra hinna heilögu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykhelsinu steig upp með bænum hinna heilögu úr hendi engilsins frammi fyrir Guði. Þá tók engillinn reykhelsiskerið og fyllti það með glóðum af altarinu og varpaði ofan á jörðina. Urðu þá þrumur, dönur og eldingar og jarðskjálfti. Og englarnir 7 sem héldu á básúnunum 7 bjuggu sig til að blása. Hinn fyrsti básúnaði. Þá varð hagl og eldur, blóði blandað, og því var varpað ofan á jörðina. Þriðjungur jarðarinnar eyddist í loga og þriðjungur trjánna og allt grængresi. Annar engillinn básúnaði. Þá var sem miklu fjalli, logandi af eldi, væri varpað í hafið. Þriðjungur hafsins breyttist í blóð. Dó þá þriðjungur lífvera í hafinu og þriðjungur skipanna fórst. Þriðji engillinn básúnaði. Þá féll stór stjarna af himni, logandi sem blís. Hún féll ofan á þriðjung fljótanna og á upptök vatnanna. Nafn stjörnunnar Remma. Þriðjungur vatnanna varð rammur og margir menn biðu bana af vötnunum því að þau voru orðin beisk. Fjórði engillinn básúnaði. Þá varð þriðjungur sólarinnar, þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnanna lostinn, svo þau myrkvuðust þriðjung. Dagurinn misti þriðjung birtu sinnar og nóttin hið sama. Þá leit ég upp og heyrði örn einn fljúga háhvolf himins. Hann kallaði hárri röddu: Vei, vei, vei þeim sem á jörðu búa vegna lúðurþits englanna 3 sem eiga eftir að básúna. Opinberunarbókin, 9. kafli. Og 5. engillinn básúnaði. Þá sá ég stjörnu fallið hafði af himni ofan á jörðina og henni var fenginn lykillinn að brunni undirdjúpsins. Og stjarnan lauk upp brunni undirdjúpsins og lagði þaðan reyk eins og frá stórum bræðsluofni. Og sólin og loftið myrkvaðist af reyknum úr brunninum. Út úr reyknum komu engisprettur á jörðina og þær fengu sama mátt og sporðdrekar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigi skyldu þær spilla grasi jarðarinnar, né nokkrum grænum gróðri, né nokkru tré, engu nema þeim mönnum sem ekki hafa innsigli Guðs á enni sér. Engisprettunum var ekki leyft að deyða þá, heldur skyldu þær láta þá kveljast í 5 mánuði. Undan þeim svíður eins og undan sporðdreka hann stingur mann. Á þeim dögum munu mennirnir leita dauðans og ekki finna hann. Menn munu þrá að deyja en dauðinn mun forðast þá. Engispretturnar líktust hestum búnum til bardaga. Á höfðinu báru þær eitthvað sem líktist kórón úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónur manna. Þær höfðu hár eins og konur og tennur þeirra voru eins og í ljónum. Þær báru eins konar járnbrynjur og vængjaþyturinn frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þær hafa hala og brodda eins og sporðdrekar og í hölum þeirra býr máttur þeirra til að kvelja menn í 5 mánuði. Engill undirdjúpsins konungur þeirra. Nafn hans á hebresku Abaddón og á grísku heitir hann Apollyon. Fyrsta plágan liðin hjá.
enn koma 2 aðrar eftir þetta. Og 7. engillinn básúnaði. Þá heyrði ég rödd eina frá hornunum á gullaltarinu sem frammi fyrir Guði. Og röddin sagði við 7. engilinn sem hélt á básúninni: Leys þú englana 4 sem bundnir eru við fljótið mikla Efrat. Og englarnir 4 voru leystir. Þeim hafði verið haldið búnum til þessara stundar, þessa dags, þessa mánaðar og þessa árs, til þess að deyða 3. manna. Ég fékk að heyra fjölda riddarasveita þeirra. Tala þeirra var 10.000 10.000. Ég sá líka í sýninni hestana og þá sem riðu þeim. Þeir höfðu eldrauðar, svartbláar og brennisteinsgular brynjur og höfuð hestana voru eins og ljónshöfuð. Af munnum þeirra gekk út eldur, reykur og brennisteinn. Í þessum 3 pláum, eldinum, reyknum og brennisteininum sem útgekk af munni þeirra, fórst 3. manna. Því að vald hestanna býr bæði í munni þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum, eru höfuð á þeim og með þeim granda þeir. Þeir menn sem ekki fórust í þessum pláum létu samt ekki af breytni sinni og vildu ekki hætta að tilbiðja illu andana og skurðgoðin úr gulli, silfri, eyri, steini og tré sem hvorki geta séð, heyrt né gengið. Ekki létu þeir heldur af manndrápum sínum og töfrum, frillulífi sínu og þjófnaði. Opinberunarbókin, 10. kafli. Og ég sá annan sterkan engil stíga af himni ofan, hjúpaðan skýi. Regnboginn var yfir höfðunum og ásjóna hans var sem sólin og fætur hans sem eldstólpar. Hann hélt á lítilli opinni bók í hendinni. Hægra fæti stóð hann á hafinu en vinstra fæti á jörðunni. Hann kallaði hárri röddu eins og þegar ljón öskrar. Og hann hafði kallað glumdi í þrumunum 7. Þegar ég ætlaði að fara að skrifa það sem þrumurnar sögðu, heyrði ég rödd af himni sem sagði: Geymdu með sjálfum þér það sem þrumurnar 7 töluðu og rita það ekki. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðunni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem skóp himinin og það sem í honum jörðina og það sem á henni og hafið og það sem í því og sagði: Lengri frestur verður ekki gefinn. En þegar kemur að því að 7. engillinn fer að básúna, hefur Guð látið rætast sitt leynda ráð sem hann hafði boðað þjónum sínum, spámönnunum. Röddin sem ég heyrði af himni talaði þá aftur til mín og sagði: Far og tak opnu bókina úr hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðunni. Ég fór til engilsins og bað hann að fá mér litlu bókina. Og hann segir við mig: Tak hana og et. Hún verður beisk í maga þínum, en í munni þínum mun hún sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins, át hana og í munni mér var hún sæt sem hunang. En ég hafði etið hana, fann ég til beiskju í maga mínum. Þá var sagt við mig: Enn átt þú að flytja spámannlegan boðskap gegn mörgum lýðum og þjóðum, tungum og konungum. Opinberunarbókin, 11. kafli. Mér var fengin mælistika, lík staf, og sagt: Rís upp, mæl musteri Guðs og altarið og tel þau sem tilbiðja þar. En forgarðinum fyrir utan musterið skalt þú sleppa og mæl hann ekki, því að hann ætlaður heiðingjónum og þeir munu fótum tróða borgina helgu í 42 mánuði.
Ég mun láta votta mína 2 flytja spádómsorð í 1260 daga klædda hærusekkjum. Þetta eru olíuviðirnir 2 og ljósastikurnar 2 sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra, og þannig skal hver deyja sem vill granda þeim. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni meðan þeir flytja boðskap sinn. Þeir hafa einnig vald til að breyta vötnunum í blóð og slá jörðina með hverskins plágu svo oft sem þeir vilja. Og þeir hafa lokið vitnisburði sínum, mun dýrið sem uppstígur úr undirdjúpinu heyja stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá. Og lík þeirra munu liggja á strætum borgarinnar miklu þar sem drottin þeirra var krossfestur. Hún heitir á andlegan hátt Sódóma og Egyptaland. Menn af öllum líðum og kynkvíslum, tungum og þjóðum sjá lík þeirra 3,5 dag og leyfa ekki að þau verði lögð í gröf. Og íbúar jarðarinnar gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum gjafir því að þessir 2 spámenn kvöldu þá sem á jörðunni búa. Eftir dagana 3,5 fór lífsandi frá Guði í þá og þeir risu á fætur. Mikill ótti kom yfir alla sem sáu þá. Og þeir heyrðu rödd mikla af himni sem sagði við þá, stíið upp hingað. Og þeir stigu upp til himins í skýi og óvinir þeirra horfðu á þá. Á þeirri stundu varð landskjálfti mikill og 10 hluti borgarinnar hrundi. Í landskjálftanum fórust 7.000 manna, en þeir sem eftir voru urðu óttaslegnir og fólu sig á vald Guðs á himni. Önnur plágan liðin hjá. Brátt kemur 3. plágan. 7. engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni sögðu, Drottin og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Og öldungarnir 24, þeir sitja frammi fyrir Guði í hásætum sínum, féllu fram á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu, Vér þökkum þér, Drottin Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið þitt hið mikla og gerst konungur. Þjóðirnar reiddust og reiði þín kom og tíminn til að dæma hina dauðu og gefa launin þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni og sáttmáls örk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Opinberunarbókin 12. kafli. Og tákn mikið birtist á himni. Kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn birtist á himni, mikill dreki rauður hafði 7 höfuð og 10 horn og á höfðunum 7 ennistjást. Með halanum dró hann 3. hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá hún hefði fætt. Hún fæddi son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsprota. Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans. En konan flýði út á eyðimörkina, þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga.
Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn og englar hans börðust á móti en fengu eigi staðist og héldust heldur ekki lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður, hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan og afvegaleiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Og ég heyrði rödd mikla á himni segja: Nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hins smurða. Því að þeim sem stóð frammi fyrir Guði dag og nótt og ákærði þau sem trúa hefur verið steypt niður. Og þau hafa sigraðan fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því, himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðunni og hafinu, því að djöfullinn stiginn niður til yðar í miklum móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Þegar drekinn sá að honum var varpað niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og konunni voru gefnir vængirnir 2 af erninum mikla til þess að hún skyldi fljúga á eyðimörkina til síns staðar, þar sem séð verður fyrir þörfumennar 3,5 ár, fjarri augsýn höggormsins. Höggormurinn spjó vatni úr munni sér á eftir konunni, eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum. En jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið sem drekinn spjó úr munni sér. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varðveita orð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og hann nam staðar á sandinum við sjóinn. Opinberunarbókin 13. kafli. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og á hverju horni var ennistjást og á höfðum þess voru skráð nöfn með guðlasti. Dýrið sem ég sá var líkt pardusdýri. Fætur þess voru sem bjarnarfætur og gin þess eins og ljónskín. Drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og menn tilbáðu drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu: Hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það? Og því var gefinn munnur mælti gífurirði og guðlast og leyft að fara því fram í 42 mánuði. Það lauk upp munni sínum til að lastmæla Guði, nafni hans, bústað hans og þeim sem á himni búa. Og því var leyft að heyja stríð við hina heilögu og sigra þá, og því var gefið vald yfir sérhverri kynnkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituð í lífsbók lambsins sem slátrað var, munu tilbiðja það. Sá sem eyra hefur, hann heyri. Sá sem ánauð ætluð fer í ánauð, sá sem ætlað að falla fyrir sverði verður með sverði felldur. Hér reynir á þolgæði og trú hina heilögu. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðunni, og það hafði 2 horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki. Fyrra dýrið hefur gefið því allt vald sitt og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið
sem varð heilt af banasári sínu. Síðara dýrið gerir táknmikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannanna. Og það leiðir alla þá sem á jörðinni búa afvega með táknum sem fyrra dýrið leyfir því að gera. Það segir þeim sem á jörðinni búa að gera líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Því var leyft að gefa líkneski fyrra dýrsins anda til þess að það gæti einnig talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja það. Og dýrið lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns það og tala hans 666. Opinberunarbókin 14. kafli. Enn sá ég sýn. Lambið stóð á Síónarfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á enni sér. Og ég heyrði rödd af himni, hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpurhljómur harpara sem hörpur sínar slá. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum 4 og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 sem leystar hafa verið frá jörðunni. Þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Þeir eru skírlífir. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir úr hópi manna sem frumgróði handa Guði og lambinu. Og í munni þeirra var enga lygi að finna. Þeir eru lýtalausir. Og ég sá annan engil fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðunni búa og sérhverið þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefið honum dýrðina. Stundin komin hann kveður upp dóm sinn. Tilbiðið þann sem hefur gert himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnanna. Annar engill kom á eftir honum og sagði: Fallin er Babýlon hinn mikla, sem byrlað hefur öllum þjóðum af losta víni saurlífis síns. Á eftir þeim kom þriðji engillinn og sagði hárri röddu: Ef einhver tilbiður dýrið og líkneski þess og lætur setja merki þess á enni sér eða hönd, þá skal hann fá að drekka óblandað vín af reiðiskálum Guðs, og hann mun verða kvalinn í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá hvalastað þeirra stígur upp aldir alda og þeir sem tilbiðja dýrið og líkneski þess og hver sem ber merki þess mun enga ró hafa nótt og dag. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra hlýða Guði og trúa á Jesú. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði: Rita þú, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Og ég sá og sjá, hvítt ský og á skýinu einhvern sitja líkan mannssyni.
Hann hafði gullkórónu á höfði og beitta sigð í hendi. Og annar engill kom út úr musterinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu sat: beittu sigðinni og skerðu upp, því að komin uppskeru tíminn, kornið þroskað. Og sá sem á skýinu sat brá sigð sinni á jörðina og uppskeran var færð í hlöðu. Annar engill gekk út úr musterinu sem á himni og hann hafði líka beitta sigð. Og enn annar engill gekk út frá altarinu og hafði vald yfir eldinum. Hann kallaði hárri röddu til þess sem hafði beittu sigðina: tak beittu sigðina þína og sker þrúurnar af vínviði jarðarinnar, því að vínberin á honum orðin þroskuð. Og engillinn brá sigð sinni á jörðina, skar af vínviði hennar og kastaði honum í vínþröngina miklu sem táknar reiði Guðs. Og vínþröngin var troðin fyrir utan borgina og gekk blóð út af henni, svo að tók upp undir beisli hestana, 1600 skeið rúm þar frá. Opinberunarbókin, 15. kafli. Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt. 7 engla sem höfðu 7 síðustu pláurnar, því að með þeim lauk reiði Guðs. Og ég leit sem glerhaf eldi blandið. Þeir sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski þess og létu töluna sem táknar nafn þess ekki villa fyrir sér, stóðu við glerhafið og héldu á hörpum Guðs. Þeir sungu söng Móse, þjóns Guðs, og söng lambsins: mikil og dásamleg verk þín, drottin Guð, þú alvaldi, réttlátir og sannir vegir þínir, þú konungur aldanna. Hver skildi ekki óttast þig, drottin, og vegsama nafn þitt? Því að þú einn ert heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir opinberir orðnir. Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjaldbúðinni. Englarnir 7 sem höfðu pláurnar 7 gengu þá út úr musterinu, klæddir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst. Og englunum 7 fékk eina verunum 4 7 gullskálar, fullar reiði Guðs, hans sem lifir aldir alda. Og musterið fylltist af reiknum af dýrð Guðs og mætti hans, og enginn mátti ganga inn í musterið uns pláurnar 7 frá englunum 7 væru hjá liðnar.